Guðjón, 8 marka sigur gegn FH. Hvernig fannst þér þessi leikur spilast? Ég er mjög ánægður með þennan leik. Við þurftum stig til að komast áfram, við kláruðum það verkefni. En ég vil bara lýsa ánægju minni og virðingu á FH-liðið, hvernig þið spiluðu nálguðust leikinn og hvernig þið spiluðu í kvöld, hvernig þið stóðu sig strákarnir og fyrir mig sérstaklega og Teit að fá að spila við Íslendinga er náttúrulega sérstakt og bara gaman að sjá hversu náttúrulega margir leikmenn og hversu margir í kringum liðið eru hérna. Mér finnst þetta alveg æðislegt að fá að taka þátt í þessu. Hver finnst þér svona mesti munur vera á toppliði frá Íslandi og svo toppliði frá Þýskalandi? Við vitum að það er mikill, en... Það við getum náttúrulega sagt að það er svolítið, líkamlegi munurinn er náttúrulega þó nokkur, en sko, eins og ég sagði eftir fyrirleikin, ef að ungu strákarnir í FH sérstaklega taka því þannig að þeir eru ennþá þó nokkur árum yngri heldur en margir eru hjá mér til dæmis. Þannig að þetta er bara munurinn á atvinnumennsku og áhugamennsku, en gríðarlega margir mjög svo efnilegi leikmenn sem FH hefur innan sinna raða sem hafa voru að gera þetta vel, sem að stíga sín fyrstu skref í alþjóðabolta með félagsliði og það er bara ofsalega gaman að fylgjast með því og ég verð á hliðarlínunni og fylgjast með því áfram. Hver eru svo næstu verkefni á ykkur hérna í Gummersbach? Við erum að spila móti Kiel hérna á heimavelli á föstudaginn, svo förum við til Svíþjóðar og spilum við Sevilla á þriðjudaginn, áður en við förum áfram til Mannheim og spilum við Rhein-Neckar Löwen á fimmtudaginn. Þannig að þetta heldur alltaf áfram. Það er bara svona þægilegir smáleikir framöndan. Já. Svona er bara lífið í þessu og við erum bara gaman að fá að taka þátt í því og maður vill náttúrulega mæla sig við þá bestu og okkur hlakkar bara til. Geggjað, gangi vel. Takk hérlega fyrir það.